Ok, þá er settur 57. fundur íbúðarráðs miðborgar og Hlíða. Fyrst á dagskrá það er sem sagt til framlagningar tilkynning nýjan slembivalinn fulltrúa í íbúðarráðinu. Það er Anna Magnúsdóttir, velkomin. Hún verður núna með okkur. Já, hvað eru að tala um næsta árið rúmlega? Bara hérna velkomin. Það verður gaman hjá okkur. Sko, næstu 3 mál á dagskrá varða öll borgarlínu með einum eða öðrum hætti. Við erum hérna með sérfræðinga með okkur sem að ætla að vera með kynningu á, já, bara deiliskipulagning. Svo erum við með reyndar annað mál, sko, en já, kynna þessar 2 deiliskipulagstillögur og að auki erum við með fulltrúa frá íbúðarráði Laugardals þar sem að annað deiliskipulagið er þarna á mörkunum og þetta er bara gert til að gæta hagsmunum borgarsjóðs að er ekki að gera það tvisvar. Þannig að já, við gerum þetta þannig að við fáum kynningu. Þegar hún er búin þá getum við tekið smá spurningalotu og þegar það er allt búið þá tökum við í raun fyrir þessi mál á dagskrá og afgreiðslu málana og þeir sem vilja geta þá vikið að fundi aðra en íbúðarráðsfulltrúar. En ég kannski leyfi ykkur bara að kynna ykkur og kynna verkefnið. Já, ég heiti Ólöf Kristinsdóttir og ég er frá verkefnastofu Borgarlínu og ég er þar hlutverki verkefnastjóra skipulagsmála fyrir lotu 1 sem er 1. áfangi. Ég ætla að vera með bara stuttakynningu í byrjun og svo er Gunnar með aðra kynninguna. Já, ég heiti Gunnar Ágústsson og er skipulagsfræðingur hjá Virkja-arkitektur og er sem sagt skipulagssáum að útbúa þessi deiliskipulag borgarlínu, Nauthólsveg og deiliskipulag borgarlínu Laugaveg. Þið kynna ykkur eitthvað eða er þið bara flugur á vegg? Ég heiti Lilja Karlsdóttir og ég er verkefnastjóri deiliskipulags Reykjavíkur. Já, ég heiti Þórður Már Sigfússon og ég er líka verkefnastjóri deiliskipulags. Velkomin. Ég gef ykkur það bara orðið. Já, og ég er að skjánum ég var sér búin. Ég fær póst frá Lilju. Já. Er það þín kynning? Já, ég er áfram þetta henni. Já. Þá get ég örugglega fylgt henni. Þetta er rétt kynning? Já. Já, þetta er bara valdarmyndir á borgarlínu verkefnið á forsíðunni. Stýra fyrir bynda næstu. Nákvæmlega. Sko við erum hér komin til að kynna deiliskipulag fyrir Nauthólsveg og Laugaveg. Það er bara fyrir borgarlínu á Nauthólsveg og Laugaveg. Og líka varðandi að koma með athugasemdir þá er þessi deiliskipulag í skipulagsskammtinni og það er kannski svona gott formlegt ferli að setja þar inn en svo erum við líka með netfang borgarlínu.is. Ég ætla bara að vera örstutt í nokkrum mínútur bara aðeins að útskýra borgarlínu verkefnið, hvers vegna á helstu verkefninu og hvar eru þessi leikir staddir. Svo tekur Gunnar við það með meiri og ítarlegri kynningu varðandi deiliskipulagið sjálf. Þetta er lota 1, það fyrsti áfangi í borgarlínu frá Krossamýratorgi í Ártúnshöfða og yfir Geirsni niður Suðurlandsbraut, Hlemm, Hverfisgötu
niður í bæ gegnum háskólasvæðið, Landspítala að HR, Nauthólsveg, yfir Fossvogsbrú og gegnum Kársnes upp í Hamraborg. Og og það lota 1 hluti af náttúrulega heildarkerfi borgarlínu sem þið sjá þarna með rauðu línu og svo eru þarna mjóar línur í bakgrunni sem eru strætóleiðir sem þetta verður samstillt leiðarkerfi borgarlínu og strætó. Aðeins nánar mynd af lotu 1, þú sjáum hana, og inn í borgarlínuverkefninu eru bæði akreinar fyrir borgarlínu og strætó og hjólastígar og göngustígar. Þetta eru vel einhverjar í lotu 1 í heild sinni. Og aðeins bara af hverju borgarlínan. Það er gríðarleg fólksfjölgun á höfuðborgarsvæðinu. Það hefur verið uppbygging á höfuðborgarsvæðinu búin að dreifast mjög hratt út á síðustu 30-40 árum. Það var töluvert mikið þéttleiki hérna áður fyrr, en það hefur dreifst úr því og núna er staðan og hún búin að vera núna í nokkur ár þannig að það er að fjölga íbúum höfuðborgarsvæðisins hverri viku 90 manns. Það jafngildir 18 fullsettum bílum eða staðfullum strætó. Og þetta er viðfangsefni sem við erum að fást við og spurningin er hvernig viljum við að þessi fjölgun verður, hvernig fór að borgarumhverfi viljum við búa í, af því að bílaraðir og bílastæðaplön taka pláss. Það eykur allar gönguvegalengdir og gerir þar með virka göngu ferðamáta eins og göngu í hjólreiðar erfiðara og þannig að þetta er svona bara svolítið stóra myndin. Hvernig viljum við, í hvernig borgarumhverfi viljum við vera. Og næsta. Í svæðisskipulagi höfuðborgarsvæðisins 2015-2040 voru sett fram þessi markmið til þess að í rauninni bregðast við þessari staðreynd og markmiðin eru að hlutdeild ferða strætó fari úr 4% eins og er í dag og í 12% og akandi úr 74% í 58%. Þannig það er nú kannski svo sem ekki meiri breytingar sem verið að stefna þannig séð, en það er bara þannig í samgöngumálum í borgarsvæðins og þess þá skiptir hvert einasta prósentustig gríðarlega miklu máli. Þannig að þó sem við náum kannski ekki 12% er bara hvert prósentustig sem við náum er sigur. Og markmið var líka sett að 2/3 íbúum búi í nálægð við samgöngu þróunar og borgarlínu í góðri göngufæri. Og næsta. Og það er borgarlínan. Það er kannski fyrst og fremst lykilatriði mikil tíðni ferða. Við viljum ná það mikil tíðni að við þurfum helst ekki að kíkja á tímatöflu. Við getum bara labbað út úr búsinu okkur þegar okkur hendar. Og þurfum ekki að bíða lengi á stöðinni. Og til þess að það þarf mikla tíðni og það þarf líka strætó þarf að komast á milli staða, hratt á milli staða og það í því felst ekki endilega að borgarlínuvagnarnir keyri hratt, heldur að þeir aki í sérrými þannig að þeir séu ekki lendi í umferðartöfum. Við erum að taka göturrými svolítið í gegn og bæta umferðaröryggi í leiðinni og umhverfismál almennt með vistvænum ferðamáta og vistvænum vögnum og net hjólaförum. Næsta. Borgarlínu stöðvar eða brautarpallar eins og við köllum þetta kannski líkist svolítið svona lestarbrautarpöllum. Það er mikill metnaður í hönnun þeirra, það er þrepalaust aðgengi í vagna með uppbækkuðum brautarpöllum, gott skjól fyrir veður og vindum og rauntíma upplýsingar ferðir á vagnum. Og nú erum við með nokkra glæri bara með myndum af sem kannski bara rúlla aðeins rætt í gegnum það. Þarna má sjá brautarpalla, efri myndin sýnir
standard eða staðlaða stærð að brautarpöllum og svo verða sumar stöðvar með lengri brautarpöllum og stærri skýlum eins og sést þarna á neðri myndinni. Það er það sem að margar leiðir borgarlínuvagna eða strætó eru að stoppa á næsta. Og nú kannski bara, já, það er alveg svona mynd og svona 2-3 flærum eru og svona nokkrar myndir sem við höfum verið að búa til á stöðunum. Þetta er að gefa hugmynd útlit og verkefnin á stöðum er í gangi núna. Og svo er það Nauthólsvegur og Laugavegur örstutt. Á Nauthólsvegi er ein stöð, sunnan við Gatnamótinu við Flugvallarveg. Við milli Lækjargötu, þá verða það 12 vagnar í hvora átt á hámarksklukkustund. Þar á Nauthólsvegi öllum er hámarkshraði lækkar úr 50-40 km/klukkustund samkvæmt umferðaröryggisáætlun Reykjavíkurborgar. Og svo mestaklega á Laugavegi, þar er ein stöð líka, hún er vestan við Gatnamótinu við Hálftún. Við sjáum þarna mynd af henni, þar getur það verið 26 vagnar í hvora átt á hámarksklukkustund og þar er líka verið að lækka hámarkshraða samkvæmt umferðaröryggisáætlun Reykjavíkur. Og það á þá við borgarlínuvagna og strætisvagna og bíla umferðina á götunum. Og næsta, já, svo bara aðeins tímalínuna. Frumdráttarskýrsla var samþykkt í janúar 2021. Fyrir Nauthólsveg þá er borunin lokið og þetta deiliskipulag nú í auglýsingu. Við erum nýhafin á verkhönnun og áætlum að ljúka henni í apríl og erum að áætla að hefja framkvæmdir síðsumars eða í haust og þar verði fram á næsta ár líka. Og svo fyrir Laugaveg næstaklega þar er líka borunin lokið og deiliskipulagið og í auglýsingu. Við erum ekki byrjuð á verkhönnun á Laugavegi en hún er áætluð að hefjast á þessu ári og framkvæmdir áætlaðar 26 og 27. Ég held að þetta hafi verið síðasta, já, frá mér. Takk fyrir það. Er ekki betra að klára bara allar kynningar og taka spurningar svo, eða ekki? Jú, auðvitað. Ég vil ekki að spyrja þetta sem þú ætlar að segja, þetta er smá. Já, ég held að það sé bara fínt. Það er bara bresta á. Sums staðar, já. Ég ætla kannski að kynna mig að koma sér til Liljarsveitn og maður líkur að taka Laugardals. Þessi ásvöld. Við vorum saman á kynningarfundum daginn. Já, þetta er bara svona partí hjá okkur núna. Það er bara... Já, takk fyrir. Gunnar heiti ég. Aftur, ég sem sagt hef verið að vinna að þessum leikskipulagi borgarlínu bæði fyrir Nauthólsveg og Laugaveg og svona sameiginlega kynningu varðandi þau og aftur þessi fína mynd setur nú fyrirvara að það er ekki búið að taka ákvarðanir endalegt útlit en þetta er staðan í dag og nú búast við einhverju nálægt þessu. Varðandi að Laugaveg, þessi mynd á tákna Laugaveginn. Svo hinum við vinstra megin með kort af í rauninni lotu 1 og þetta rauði ferningar tveir uppdrættir, eða fyrst sem 2 eða 4 uppdrættir, annars vegar Nauthólsvegur eru 2 uppdrættir. Ég sé að það staðsett og svo Laugaveginn eru 2 uppdrættir deiliskipulagið. Förum í næstu. Já, og bara svona til að gefa smá yfirlit yfir umfangið varðandi deiliskipulag borgarlínu, þá þetta rauninni skiptist þetta niður í nokkrar áætlanir. Þetta eru það mörg ólík svæði og gömul byggð og mismunandi staða á skipulagsáætlunum á hverju svæði fyrir sig. En í heildina þetta einhverjir 17-19 deiliskipulagsáætlun eru í staðinn. Til þess að koma borgarlínu lotu 1 í gagnið.
svo líka bara í samhengi við sko önnur gögn í borgarlótinu, fyrstu lótu frá Ártúni að Fossárbrúnni í Reykjavík, að þá í rauninni heildarmyndin fyrir Reykjavík lögð fram í það sem við kallaðum rammahluti aðalskipulags og sjáum forsíðuna af því þarna vinstra megin. Og þar sett ákveðnar grunnlínur varðandi uppbyggingu og útlit borgarlínu í Reykjavík. Og svo líka núna, að því að þessi rammahluti núna líka í auglýsingu og síðan sömuleiðis umhverfismatið. Við sjáum kápuna því þarna hægra megin, dökkbláa forsíðuna af því gagni, og þar í rauninni heildar áhrifin á allri lótinni kynnt, öll umhverfisáhrifin í eins langt og það nær, sko, varðandi þessa fyrstu lót. Þannig að, já, 200 blaðsíður, þannig að fólk er virkilega að kafa sér í málina að þá þessi tvö gögn nauðsynleg til þess að. Það var alltaf kynning á þeim í síðustu viku fyrir. Já. Flestum það nótt núna lögðabæn. Já, svo myndi það. Þetta hefur við öll lesið. Maður kemst ekki til jólabækunar. Rosalegt. Heldur bara áfram. Það er ígildi jólabækunar. Það sem við erum að einblína núna og núna komið í kynningu var þetta deiliskipulag. Við erum komin að þessi meiri dítila hér og meiri nákvæmni og núna erum við að taka fyrir þessi tvö svæði og núna ég svona staðsetja þau hérna á þessu korti og yfirliti og þetta eru forsíðurnar á því. Það svona verið að reyna að nota samrænt útlit eitthvað skonar og kortina á forsíðunum sína með rauðum ferningum hvar þessir uppdrættir sem fylgja hvar þeir eru staðsettir í þessari fyrstu lótu. Ég bendi líka á þarna korti sem ég með starra hægra megin, það eru líka svona aðeins appelsínugulir flekkir. Þarna eru deiliskipulag sem þegar búið að samþykkja og gert ráð fyrir borgarlínu eins og gegnum Hlemm og svo í Nauthólsvíkinni og svo Fossvogsbrúin. Og svo búið að samþykkja fyrsta svæðið fyrsta áfangan upp á Höfða sem gert ráð fyrir stöðum og borgarlínu. Þannig að við erum að púsla okkur áfram núna og teflum fram hérna þessu Laugavegi og Nauthólshlutum. Og þarna sjáum við hvar í rauninni beintengingin við uppdrættina og þessi staðsetningar. En aftur líka bara aðeins að reyna að útskýra hvaðan við erum að koma með þetta. Það þetta svona einhvers konar útskýringargraf að skilja það að skipulagsferillinn hann byrjaði varðandi borgarlínu og rauninni hugmyndu borgarlínu byrjaði í svæðisskipulag höfuðborgarsvæðisins og upp úr því var síðan unnin þessi frumdrög borgarlínu 2001 sem var kynnt í byrjun árs og síðan þá búið að vera að vinna að því og núna við að kynna þennan við að fara að klára þennan rammahluta aðalskipulags samhliða því að forhönnun borgarlínu lokið, eins og segir. Á sömuleikin. Á mörgum hlutum, ekki öllum, já. Og samhliða þarna, við erum þarna í rauninni þessari línu, þarna næstnæðstu línu við að vera að klára umhverfismatið, forhönnun komin vel á veg og í rauninni fóðrið og innihald deiliskipulag sem byggir svolítið á forhönnunni á hverjum stað fyrir sig. Og svo náttúrulega þessi rammahluti gefur líka ákveðnar leiðbeiningar í deiliskipulagi. En markmiðið er náttúrulega að komast í kassan lengst neðst til vinstri, það er rauninni leyfi til framkvæmda. Og það er rauninni gerist ekki fyrir að verkhönnun borgarlínu lokið. Þá erum við komin í millimetrana með nokkur veikastöðum. En við erum alltaf að fara eitthvað nær í nákvæmni í hverju skrefið. En varðandi deiliskipulag sjálf þannig markmiðið að koma innviðum borgarlínu fyrir í almannarýminu. Við erum fyrst og fremst að vinna við almenningsrými, gatan almenningsrými og við erum að gera þetta í sem mestir sátt við nærumhverfið eins og hægt og núna erum við að leggja þetta fram til fyrir íbúa að rýna í ykkars og koma athugasemdir. Áfram. Tilgangur og markmið deiliskipulags borgarlínu teljum við náðum því fram með því að við erum að staðsetja sérrýmin, þessar sérakreinar borgarlínu
Við erum að staðsetja biðstöðvar til nákvæmni. Við erum að skilgreina það sem við kallum aðkomusvæði, það er að segja kringum stöðvarnar, það sem þarf að gera ráð fyrir þverun gangandi fólks og fleira. Við erum að staðsetja hjólastíga meðfram borgarlínu, við erum að staðsetja svigrúm eins og við kallum það fyrir gróður. Það eru svona plássa sem við erum að hægt að gera ráð fyrir gróðri, safnrásum regnvatns eða lokar og lausnir og ýmis götugögn, ljósastöðvar, bekki og fleira eftir því sem við á fyrir sinni. Og svo erum við að bæta aðkomu hjólanda, gangandi, vegfarenda og skilgreina í deiliskipulaginu. Og við erum að reyna að aðlaga okkur að borgarrýminu, aðstæður sem við erum með í dag, og svo alls konar uppbygging í gangi meðfram svæðunum, hverju deiliskipulag fyrir sig. Og við setjum fram ákveðnar hönnunarreglur og viðmið sem að í samræmi við hönnunarleiðbeiningar borgarlínu lotu 1 í heild sinni. Já, bara varðandi bara Nauthólsveginn þá, við byrjum þar, bara stærst okkur aðeins sem við séum örugglega átt okkur á því. Við erum þarna í efri hluta Nauthólsvegar, frá við Valsvæðinu. Þannig erum við með stúdentagarða við HR, við erum með flugleiða, gamla loftleiðahótelið og samgöngumiðstöð, flugstjórnarmiðstöð Isavia. Það heldur bara áfram. Við sjáum þarna loftmynd. Svona lítur afmörkun deiliskipulagsins út á loftmynd og til samræmis. Það sýnum við þarna að það eru fleiri deiliskipulag í gangi þarna sem við erum að samræma okkur við og snertum á í rauninni, eða þurfum að samræma okkur við. Það er náttúrulega deiliskipulag Reykjavíkurflugvallar sem við erum að leggjast upp að, og sömuleiðis þarna flugleiðahótelið, deiliskipulag Háskólans í Reykjavík, þar sem var nemendagarðurinn á uppbyggingu á Nauthólsvegi líka. Og svo deiliskipulag við Hlíðarenda eða Valsvæðið, við erum að fara upp á því líka. Þurfum aðeins að því að samkvæmt skipulagsreglugerð þá mega þessar afmarkanir ekki skarast, og þá erum við líka að skoða breytingar á þessum til samræmingar að mörkin sé ekki skarast. Og bara í aðalskipulagi þá setjum við þannig afmörkun ofan á. Það er nú þegar búið að gera ráð fyrir með þessari bláu strikalínu, bláu brotalínu segir, legunni skilgreint þarna í gegnum svæðið. Síðan er það rammahlutinn, þar sem að ég reyni einnig gert ráð fyrir þessu, og í stuttu máli þá er deiliskipulag í samræmi við aðalskipulag og framhald aðalskipulagsins. Þannig borgarlínan í Svíþjóð. Já, til aðeins aftur af því. Hvað er þetta að breytast á Nauthólsvegi með þessu deiliskipulagi? Við erum að bæta við borgarlínubrautum með síðar akrinum frá Arnarhlíðinni á Valsvæðinu og alveg að Háskólanum í Reykjavík. Þetta deiliskipulag reyndar stoppar við Menntasveg, eins og það heitir, sem er gatan hana við Háskólann, og við gerum ráð fyrir síðan halda sérakreinar áfram inn í rauninni deiliskipulag Háskólans í Reykjavík. En síðan erum við líka að bæta við hjólastígum meðfram beggja vegna, sömuleiðis göngustíga. Það er ekki alls staðar göngustígar eða hjólstígar í dag þarna beggja vegna götum. Þannig að við teljum okkur að öryggi allra vegfarenda er bætt með þessum viðbótum. Það er gert ráð fyrir akrinu fyrir almenna bílaumferð, einn akrinn hvora átt. Nema næst gatnamótunum við Nauthólsveg og Flugvallarveg, þá bætast við beygja akrinu og fleira til þess að bæta öryggi við gatnamótin. Og við gerum ráð fyrir að þetta verði grænni ásamt gatnanna með því við erum líka að bæta við ákveðin svæði sem við gerum ráð fyrir gróðri og regnvatnslausnum óvægðar. Það er ákveðin takmarkað varðandi hæð á gróðri.
ég ætla ekki að gera með lágbróður. Við veitum áfram. Nú, ef við sýnum ykkur bara aðeins betur inn á uppdráttinn, þarna erum við þessi einu stöð við staðsett þarna fyrir utan Hótel Natura. Við sýnum þarna líka uppbyggingarreiti við hliðina og það er ekki byrjað að byggja á lóðin þarna, hátlóðinni, hægra megin eða austan megin. En við sýnum byggingarreitina eins og þeir eru í gildandi deiliskipulag við hliðina til samræmis, átt okkur á hvernig sú uppbygging gæti haldið stiður við götuna eða kemur við götuna. Það er ekki komið alveg reynd það er ekki búið að samþykkja neina nýju heimildir að við Natura hótelið, en það er skoðun, þannig að við sýnum það ekki núna. En þarna erum við með eina stöð, það er miðsettar sérakreinar fyrir borgarlínu eða borgarlínubrautir alla leið frá þarna gatnamótinu sem við sjáum. Og svo hjólaleiðir líka beggja vegna. Það sem er líka og kannski hægt að sjá þarna ef það rýnt samt vel í íþróttirna þá þarna merkingar varðandi göngutengingar af því það er mikil uppbygging í gangi þarna austan megin við Stúlknagarðana að þá þar gert ráð fyrir göngutengingum því það náttúrulega líka annar stór útvegstar og göngustígur hjóla í Öskjuhlíðinni sjálfri þannig að það gert ráð fyrir tengingum þar sem er sýnt inn á þessum uppbyggingum. Varðandi stöðina þá kemur fram bara nákvæmlega lýsinga á henni. Þetta eru mótsetti brautpallar, standa beint á móti hvort öðrum. Það er draumastaðan sem við viljum helst innleiða á flest svæði að pallarnir standa alltaf á móti hvort öðrum. Og þarna erum við að gera ráð fyrir að því það er pláss að vera með skábrautir hallandi upp á brautapallana í báða enda. Það er ekki alltaf pláss, en þannig sjáum við að það er pláss, þannig gerum við ábyrgð því. Og það er náttúrulega krafa að þarna verði þreflist og gott aðgengi inn í vagnana varðandi bæði barnavagnar eða hjól- og hjólastóla. Þarna erum við reyndar að tala alltaf 26 metra lengd á stöðvarpöllum fyrir utan skábrautirnar sem geta verið það byrjum 6 metrar en ræðist náttúrulega aðeins af aðstæðum hversu mikið hallar það bera. En það er svona til viðmæðinir. Við fyrir svo bara næsta það, varðandi síðan bílaumferðin á gatnamótin. Þá erum við rauninni að breyta aðeins frá núverandi ástandi þar sem við erum að gera ráð fyrir ljósastýru gatnamótum áfram þarna við Arnarhlíðina og Flugvallarveginn. Það í dag ljósastýru gatnamót, við erum að gera áfram ráð fyrir því. Það bætist náttúrulega við þá sér lausnir fyrir borgarlínu áfram í gegnum sína sérakbrautir. Síðan eru næstu, ef við höldum ímyndaokkur sem að keyra núna í suður í átt að Fossvogi og Nauthólsvíkinni, þá eru næstu gatnamót þarna við Hótel Reykjavík Natura og við sjáum að það kemur smá stækkuð tóta þarna á uppdrættinum fyrir þau gatnamót. Við gerum ráð fyrir þetta sé líka ljósastýrt gatnamót og það sem núna önnur einkennsla, það eru 2 einkennstur í dag inn á Natura, við erum að gera ráð fyrir að loka þeirra sem norðar eða þarna ofar á uppdrættinu og þessi sem reyninni nær Nauthólsvíkinni heldur sér og breytist í ljósastýrt gatnamót. Svo aðeins sérstaklega ekki akkurat þessum uppdrætti en við færum okkur neðar uppdrættinu á næsta blaði þá þarna við flugstjórnarmiðstöðina önnur ljósastýrt gatnamót sem við sjáum hana aðeins í þessum viðtal. Við höldum svo bara áfram. Þetta síðan sniðið sem við erum að tefla fram í þessu leikskipulagi. Meirihlutinn og af götunni verður byggt upp á þessa vegu. Í miðjunni erum við sérakrinu borgarlínu. Við erum með þetta gula svæði sikkurum megin við sem við köllum svigrúm. Því þetta svona sveigjanlegt rými, þetta breytist í pláss fyrir borgarlínu pallana þegar við komum á stöðunum til að breikka það þetta aðeins á þeim stöðum en að meðaltali að tala að mestmegnis þetta 3 metra breitt bil fyrir annars vegar gróður og þessar blágrænu ofanslausnir brekkbeð við viljum kalla líka.
Svo gert ráð fyrir akreinu fyrir almenna bílaumferð í sikkur áttina, ein akrein öllu jafna, svo komið hjólastígurinn og svo komið göngustígarnir. Og þessi sniðið þetta sérstaklega tekið, þá erum við að gera ráð fyrir hann flugvöllinn með öðrum megin og svo Nauthólsveginn 89 og svo framvegis þarna hinum megin þar sem stúdentagararnir eru í dag. En þetta var svona Nauthólsvegurinn á hraðferð. Við farum okkur yfir á Laugaveginn, var að staðstinga okkur aðeins á loftinu, korti, sem alveg örugglega með það við erum talin inn í efst á hluta Laugavegar við það sem kallað er Heklureitur og upp að gatnamótum Kringlumýrarbrautar og þau eru reyndar tekin með. Þau eru bara einhverju næstu. Þarna sjáum við afmörkuna á loftmynd. Þarna í vesturendan tekur við nýtt deiliskipulag sem er deiliskipulag Hlems og búið að samþykkja og það er gert ráð fyrir áframhaldi á borgarlínum og hjólastígum. Ekki almennir bílaumferð er reyndar beitt niður Katrínartúnið en ekki inn í gegnum Hlemm. En þarna erum við sjáum við fyrir okkur hvernig þessi afmörkun er og við erum að snerta við þarna liggjum upp að deiliskipulagi Laugavegs 168 til 176 sem að öðru nafni hefur verið kallað Heklureitur. Og það er annað deiliskipulag þarna á horninu þar sem að bensínstöðin og Kauphöllin er sem við liggjum upp að og þeir eru ekki, við þurfum að gera breytingar á. Og sömuleiðis erum við að liggja upp á öðru gamlu deiliskipulagi fyrir hálftum 10, 12 og 14. En teljum okkur ekki fyrir að gera breytingar á því. Það er bara höldum áfram. Í aðalskipulagi þá er þetta í rauninni áfram, það er gert ráð fyrir borgarlínu í aðalskipulaginu. Við erum að fara gegnum miðsvæði og íbúabyggð þarna í hátúnunum, túnunum fyrir það. Helstu breytingarnar sem þetta deiliskipulag borgarlínu Laugaveginn er að innleiða er náttúrulega þetta borgarlínubrautirnar eða sérrýmið frá Suðurlandsbraut að Katrínartúni. Við erum að spæta við þannig að gera ráð fyrir einni stöð sem verður nefnd Hátún, stendur rétt fyrir ofan Hátúnið. Það er verið að bæta hjóla- og göngustígum beggja vegna borgarlínu eða sem sagt götunnar, meðfram allir götunni. Það er í dag náttúrulega þessi tvöfaldi stígur sem að stendur til að halda í eins og hægt er. Og svo erum við að gera ráð fyrir öðrum stíg hinum megin götu líka. Það er líka verið að bæta og skilgreina stækka hérna göngustígana meðfram líka aðeins og þannig viljum við að öryggi allra vegfarenda verði bætt. Almenna akreinar fyrir bílaumferð að mestu leyti bara ein akrein bara átt. Nema þegar kemur að gatnamótunum þá bætist við beygjakreinar og fleira. Við gerum ráð fyrir grænni ásýnd gatnanna með aftur þessum svæðum fyrir gróður og regnvatnslausnir ásamt því að mögulega smátorksvæðinu. Við höldum bara aðeins áfram. Þarna er gert ráð fyrir einni stöð við Hátún. Við erum að tala yfirsettar akreinar, borgarlínan er í miðjunni, hjólaleiðir, alla leið meðfram götu, tvöfaldur hann að norðamegin eins og er í dag og síðan göngulegar tengingar við stíga. Það er gert ráð fyrir ákveðnum göngutengingum í gegnum Heklureitin miðað við að svo uppbygging þar sé mestu lokið. Og svo líka erum við að tengja ykkur inn í náttúrulega bara þá göngustíga og leiðir sem er hægtar í dag. Það er líka varðandi uppbyggingu á Heklureit er gert ráð fyrir og merkt inn í rauninni deiliskipulag borgarlínu á Laugaveginum verið að merkja inn hvar bílar geta keyrt inn á þessa lóðir Heklureits, hvar afkoma bíla þar er. Það sé bleikuverki. Já. Svo er þetta líka þarna, það eru tvær gerðar á bleikuverkunum, annars vegar líka þarna fyrir veitur af því þeir eru með þarna bæði borholur og fyrir neðan götu eða þess að norðanmegin er þeim líka með stjórnstöð eða ekki bara vinnlínu sem við kann ekki að gera til að hafa.
alltaf gert. Í rauninni erum við að tryggja því að hafa alltaf aðgang til þess að sinna bara rekstri á þessu stöðum. Þetta er áfram. Þarna erum við að tala sömu stærðar af stöð eins og á Nauthólsvegi, alltaf 26 metrar langir, brautarpallar, plús til viðbótar við skábrautir og gerum ráð fyrir að þarna sé líka pláss fyrir skábrautir við báða enda og þeir getur verið að miða við það að því séum 6 metrar þá á nóg pláss, þetta er nóg pláss. Ljósastýr gatnamót er náttúrulega stóru gatnamótin Laugavegur, Suðurlandsbraut, Kringlumýrarbraut, bara aðeins betri það núna eftir. En síðan í dag Laugavegur, Nóatún, ljósastýr gatnamót og verða það áfram. Það breytist ekkert, það bara bætist við þarna sérakreinar og vantilega sér ljós fyrir borgarlínu gegnum gatnamótin. Það er sáfram að við ætlum að fara þá í gatnamótin stóru Laugavegur, Suðurlandsbraut, Kringlumýrarbraut. Við samt koma því hérna framfæri að þetta er ákveðið fyrirvari, þetta er ekkert endanleg hönnun á gatnamótunum. Þetta er svona miðað við allan að lágmarkspláss sem við gerum ráð fyrir að þurfi í þessi gatnamót. Getur verið að þetta breytist eitthvað aðeins við nánari hönnun. Það eftir að fara í nákvæma verkefnin á þessum gatnamótum og þá kann það eitthvað breytast. En við teljum að miðað þessi skipulagsmörk þá þarf ekki að breyta þeim og þetta mun rúmast á þessu svæði einhvern veginn. En það má gera ráð fyrir einhvers konar í þessa nálægt þessari útfærslu. Og þá við ætlum áfram. Það eru 2 sneiðingar sín á Laugavegi, þarna nefnilega aðeins áskoranir aðeins öðruvísi eins og Nauthólsvegi. Við erum með gríðarlegan hæðarmismun í norður, það er að segja niður í Hátúnið á Laugavegi. Þannig eru 2 mismunandi útfærslur hvernig stendur til að leysa það, annars vegar með einhvers konar stóðvegg, það sem efri sneiðingin sem við köllum bara sneiðing A. Þar tökum við dæmi við Hátún 4 öðrum megin og Laugavegur 166 eða lengi vel var skatturinn. Þarna er að gera ráð fyrir að geta komið þessu svona ágætlega fyrir. Við erum með borgarlínu fyrir miðju, sérrýmið, misbreytt eftir því hvernig aðstæður eru til að koma fyrir gróðri og ofanslausnum. Svo erum við með eina akrein almenna umferð í sikur áttina og síðan erum við með 2 hjólastíginn og síðan göngustíginn þarna norðanmegin við Hátúnsveginn. En það er aðeins minna pláss hinum megin. En við teljum okkur að segja að þetta komast fyrir. Og síðan í sneiðingu B þá erum við rauninni við Hátún 6. Þar er í dag þessi afleiðandi brekka frá í rauninni hjóla- og göngustígunum. Við erum að reyna að halda þeirri mynd áfram. Það verður hægt að leysa það með landmótun á þann hátt að það verður áfram einhver brekka með ekki stóðvegg af þeim kalla. Og svo hinum megin Laugavegsmegin, Laugavegur 170 er hluti af Heklureit. Þannig verðum við að sýna nokkurn sniði endar í rauninni þar sem að lóðamörkin koma og gangstéttin verður breiðara lagi þar og þarna erum við að sýna að það er hægt að koma fyrir 2 hjólastíg báðum megin. Það verður allan að þarna eins og hann er núverandi. Og já, þannig sjáum við fyrir okkur allan að Laugaveg og Nauthólsveg. Frábært. En þá kynningunum lokið? Nei, kynningunum er lokið. Ok, sko. Það var opnað fyrir spurningar, ég er að hugsa hvað við þurfum langan tíma í þetta, sko. Að byrja á 20 mínútum, sjá hvað það dýr. Sko, ég skal kannski bara ríða á vaðið, og þið getið síðan gefið mér merki bara að við erum með spurningar. Ég er með allnokkrar, og ég var aðeins að velta fyrir mér, það er þessi ítrekkaða afla og ég ætla að reyna að vera fyrirmynd í þessu að hafa spurningar nokkuð hitt með og einræður í lágmarki. Öskjuhlíðin, staðsetningin á stöðinu þar, ég var svona aðeins að velta fyrir mér sko
aftur hún þarna megin við gatnamótin en ekki aðeins norðar þar sem að ég hefði haldið að væri sko meiri traffík bæði inn í Hlíðarendahverfið og þá Valssvæðið sko. Bara hvort það væri einhver pæling hérna á bak við. Sko hún var staðsett þarna fyrst strax í frumdröðarskýrslunni og við höfum alveg fengið spurningar þetta en við höfum skoðað þetta vel. Það alveg rétt að það mikill þéttleiki í kringum ef hún væri hinum með gatnamótin en það líka mikil uppbygging í vændum þar sem hún og það skiptir máli og það væri, fínt að geta verið með stöð þarna hinum með líka. En það þarf líka, við þurfum að horfa á það svona ákveðin viðmið í kerfis- og borgarlínan til að tryggja ákveðin svona þjónustu hraða í kerfinu að það sé ákveðin viðmið fjarlægð og milli stöðva og ef við horfum svona á borgarlínuna í kringum Hlíðarendasvæðið að þá stöð sko fyrstulega á BSI-reikninum þannig kannski í Hlíðarendahverfinu þeir íbúar sem yst að næst BSI-reiknum þá jafnvel bara styttra að labba þangað. Svo stöð á Landspítalssvæðinu og fyrir þá kannski íbúar sem það megin að labba þangað. Svo stöð á framtíðar mikla torgi og hann á Miklubrautar gamla munnanum. Og svo næsta stöð hinum megin í HR, þannig að maður horfa á hvernig það liggur í heild sinni. Þá værum við komið rosa margar stöðvar á mjög litlu svæði ef við værum hinum með gatnamótin, en ofta mátti kannski komið svona út úr sunnan gatnamótin þarna við hótelið sem það væri þá illa þjónustæðar. Okay. Svo var ég með pælingar hitt deiliskipulagið. Þar raun sko hverfamörkin raun við miðjan Laugaveg og miðjan Kringlumýrarbraut, þannig ég ætla að halda mig við þau hverfamörk sko. Ég að pæla í gatnamótunum við Laugaveg og Kringlumýrarbraut. Ég sá þarna það var nokkuð það sýndist vera sko beygjuvasar á þessum gatnamótum til að halda þeim. Það kom beygjureinar. Já. Ég man ekki alveg nákvæmlega hversu margar. Svo það náttúrulega verkefnum eftir. Já, en það hefur verið að útrýma framlöfum. Já, og ég hef alltaf fyrir mér sko. Já, að vera öryggisástand. Okay, það vel að ég var að gera það. Síðan var ég alltaf fyrir mér þar sko, mér finnst alltaf margar þveranir sko fyrir bíla inn á Heklureitin og það bara hafandi sko hjólað Borgartúni milljónsinnum sko, það svona, maður smá að passa sig að það ekki á 5 metra fresti sko, og það voru þarna einhverjar 4 eða eitthvað sko á stuttum kafla. Það setur kannski kynnina aftur upp með kostnæm. Seinni? Já. Kannski við þetta, en við minnum að einhverjum þeirra séu bara fyrir ruslabíla. Já, það séu fyrir sort, það þarna fyrir aðkomuna að búrhólinu sem eitt farartæki 2 ára eða eitthvað. Þannig að þetta ekki svona innkestur sem eins og í Borgartún alveg stanslausu umferð. En það náttúrulega aðgengi samt þarna að Heklureitnum líka. Já, það alveg eðlilegt sko, bara að segja ekki stanslaust sko. Svo bakkar þarna. Þessi myndi á. Þetta þarna. 1, 2, 3, 4. Já, þessi 5. þarna ég var mögulega aðkoma líka. Já, þær vil það svara betur búinir. Nei, ég ætla bara að benda að við erum að reyna að gera greina mín á því að það eru báðbleikar því að þetta bæði fyrir bíla en ekki gangandi eða hjólandi og önnur þeirra svona fyllt við hinn ekki og þessi fyllta fyrir íbúana á almanna bílaumferð. Hitt sértækar umferð. Við segjum sko aðkoma vinnutækja, þá í rauninni varðandi akkurat þetta svæði, þá fyrst og fremst sorpið og í rauninni vinnutæki borgarum til þess að finna íbúunum þarna og svo þarna við
rétt við svona stöðina eða endan á vikrunning gamla Snjóshúsi, það er gert ráð fyrir að sko veitur komist að þessari borhólu. Það er bara virk heitavatnsborhóla sem að þarf að sinna með vinnutækjum og það er þess að gert ráð fyrir frekar stórum vinnutækjum sem þurfa að komast þarna á einhverjum fresti sko. En sko eins og þeir útskýra mögulega 2-3-4 ára frest, það er ekki stóra vélar en ekki bara næstu. Ég þarf að veðja að það verður þegar ég er í hálfæðum. Það má kannski benda á að það er á þessum kafla tvístæmi hjólastjóri beggja megin. Það er gert ráð fyrir að hjólastjórinn sem er í dag, sem er langmest notaður, hann heldur sér líka. Norðan megin, já. Það var komið annað hverfi sko, ég vil hjólið mínu hverfi. Síðasta spurningin á mér, ég sé ykkur, Sigfús og hennar sko. Þessar mismunandi sneiðingar við Laugaveg sem var það næstaklega ræða upp af. Þetta, já, mann finnst einhvern veginn sko, mér finnst einhvern veginn sko, sneiðingin sko líta betur út, eða skilur þú veist það er meira aðhaldið sko, og ég myndi að halda að stóðvegurinn á sneiðingunni kosti meira, eða hvað mælir eiginlega, eða af hverju er þetta að depa? Já, sko á efri sneiðingunni þá erum við þarna vestan við gatnamótinu við Nóatún og það er ég bara minna pláss, ljósbálínur að vera lófur, eða ekki, og erum við hérna, já, við erum hann alveg við lóðamörkin við Hátún og þið sjáið að munurinn á efri neðri líka á efri er bara einbreiður hjólastígur öðrum megin og það er ekki bílastæðaakring, eða það er bílastæði á neðri þarna. Þannig að þú veist við erum, já það er aðeins fara í element eða þannig, en það er líka ástæðan að það er minna pláss. En er hugmyndin sko að velja á milli þessar tveggja eða verður hvort tveggja að mismunandi köflum? Það er breytileg sneiðing. Já, ég skil okkur, ég var miskilinn það. Já, A er vestan við Það er fínt á uppvættina hverju sneiðingar eru. Já, ok. og B er austan við gatnamótinu við Nóatún. Ok. Þá er ég að koma með minni spurningar til þig. Það var mjög góð kynning og Sigfús. Heil og sæl og takk fyrir þessa kynningu. Ég heiti Sigfús Ómar og sitt í íbúðarann og er fulltrúi íbúðarsamtaka í þriðja hverfi sem er norðurmýri Holtahverfi og Hlíðar og sitt í íbúðarann þess vegna. Bara takk fyrir greinargóða kynningu. Ég heyrði þið voru að ræða framsetninguna á henni. Nú er ég ekki búinn að kíkja á plaggið efnislega eða svona hands-on. Ég bara velta fyrir mig hvort að framsetningin sé svona gerð til þess að fæla fólk frá að fletta fleiri blaðsíðum eða hvort þetta sé gert til þess að einfalda. Ég er með nokkrar spurningum, vil ég taka allar eða vil ég taka einu í einu? Vil ég bara svona svo Pétur, kannski með 3-4? Einu í einu. En reynda að hafa, þú veist, skorinn orðar. Pétur, ég mun ekki bregðast þér. Takk. Já, verður framsetningin sett á einfaldari máta þannig að hver sem vill skilja geti skiljið, þannig að það fæli ekki frá. Þannig að bara svona kannski að byrja á því. Takk. Já, ég veit ekki hverju að svara. Þetta er svolítið bara, við vorum að reyna okkur besta til að gera þetta mannvænna, en það hefur greinlega ekki nú vel fyrir ég. Já, við munum bara taka þetta til okkar og skoða hvort við getum eitthvað, en það er náttúrulega ákveðið formál deiliskipulags sem við þurfum að fylgja. Já, er þetta ekki náttúrulega skýrt eða svona, eins og þetta er náttúrulega skipulags og Flókið eðlisinn. Tækni uppdráttur. Líka bara fyrir það sem er að vinna í þessu, þannig ekki þá sem eru bara borgarar þurfa bara að rýna þetta og allt svoleiðis. Já, ástæðan fyrir kannski nefnið er að meðvindurinn er kannski betri og meiri þegar þetta er eins skýrt frásett, en ég trúi grálega þið voru alveg að reyna eitthvað besta. Takk fyrir það. Hveti bara til að skoða deiliskipulagsuppdráttið frá svona 10 árum síðan og sjá það. Það hafa orðið jákvæðar breytingar. Já, það var eiginlega ástæðan fyrir spurningunni. Ekki segja hvað sem að bæta við fyrir ég er hliðalínu, ég er að vinna líka hjá borginni, það er alveg spurning og þetta er mjög gott að fá sneiðingarnar geta orðið meiri
þannig að fólk skilji strax hvað það statt, þú veist, þessi perspektífu bak við það, við getum, þú veist, lært á þessu líka að fara að framlega fleiri perspektífur, sem eru svona fólk, þannig að þú sjáum strax hvað þú ert, það getur verið að horfa í sitt grátt, þannig að þetta er bara mjög góð ábending að við gefum í aðeins. Hérna, ég ætla nú kannski að fara svona almennt bara í umhverfisáhrifin, ég ætla að sleppa þeirri spurningu, hérna, ég var bara alltaf fyrir mér eitthvað svona sama með og Pétur var að spyrja með staðsetninguna og þá kemur hérna umræðum viðkvæmar hlut sem er viðkvæmt hvar sem kemur niður í kerfinu sem heitir flugvöllurinn. Ég bara svona velta fyrir mér nálægð þessara stöðva við flugvöllurinn því það af honum fylgir ákveðið ónæði, mengun og annað slíkt. Ég bara svona velta því hvort það hefur verið tekið tillit til þess að því að sumir íbúar eru hrifnir af flugvöllunum, aðrir ekki og þetta er eina ástæðanum varðandi ónæði og slíkt hvort að þetta færi samfara. Nú veitum við sjálfur má kannski gera ráð fyrir því að flugvöllurinn verði styttri en borgarlínan. Það er annað mál, þannig að þetta er bara svona, var þetta tekið inn í myndina varðandi staðsetningu á þessu stöð? Takk. Ég held að þessi óverulegur munur á áhrifum á flugvöllunum á staðsetningu. Við erum alltaf með stöð líka við HR og þú veist, ef maður er að pæla í þessu þá er það kannski ekki skjári staðsetningu þannig séð. Svo erum við alltaf að fara fyrir flugbrautar endan og áður en við förum í Vigfoss og Sprúna þá erum við ansið nálægt flugbrautar endan þar, alltaf það sé ekki nálægst þar, það er ekki stöðar reyndar en það er alveg útsýnisvæði. Áningarstaður. Já, áningarstaður. Þannig að það er kannski frekar þar og þar eru svona einhver mótvægisaðgerðir, það er eitthvað, þú veist, svona veggir á bak við bekkina til að skýla og þessu. Það er óbyggilega eitthvað vegg, en þar, eins og heyrir þá annað fólk sem vann umhverfisáhrifin og þannig að við getum kannski ekki alveg svarað í díteil. Nei, en þetta er samt ástæða fyrir dreifð upp og þetta er náttúrulega bara umræða meðal íbúa bara svona almennt stöðu flugvallar eins og þetta og þetta er náttúrulega bara, þetta verður að setja niður ekki til 15 mínútna, þetta er til lengri tíma þannig að verður að spyrja þessu. Það er síðasta spurningi mín og síðasta spurningi mín að bili hérna, þeir voru að sýna þessa sneiðingu og sérstaklega eins og þeir eru nefna hátún og það var nefnt svona varðandi algilda hönnun. Er gengið út frá því að allar stöðvar sem verða settar verði með algilda hönnun þannig að það verði aðgengilegt fyrir alla, þannig að ákvaða það varðandi hjólastól og annað slíkt. Já, algjörlega, þær eru uppbakkaðar þannig að það getur verið þrepalaust aðgengi í vagnana og það eru rampar upp á pallana og bara ýmsir þættir, þannig að það eru leiðilínur í hellunum kannski í yfirbúðinu og við erum einmitt nýbúin að eiga 2 fundi með Öryrkjabandalaginu og Sjónstöðinni og Blindrafélaginu þess að fara ýmsa þætti varðandi aðgengi fyrir alla. Takk fyrir mig, takk fyrir skýrsur, takk í bili. Næsta var Geir og það eru sömu leiðbeiningar að skora nokkrar spurningar. Ég ætlaði náttúrulega í rauninni aðallega að spyrja hátúnni. Það er að segja einmitt að þeir eru reynum byrjuð að svara með það að segja varðandi aðkomuna að stöðinni þar. Ég vildi líka spyrja hvort það eitthvað snjófræðsla í þessu þegar það er svo mikið hæðafrið þarna og til að færa í að skora framtækjum. Sko, við erum að gera ráð fyrir snjófræðslu á brautarpöllunum. Já, og alls þar við erum að stefna að því og einhver stöðum getur og við erum ekki búin að í rauninni greina það hvort að það sé einhver stöðum kannski ómögulegt að fá heipa af stöðunum. En við erum að stefna því þar sem það er hægt. Sko, að við nefnir hátúni þá er það kannski helst brekkan upp hátúni sjálf. Já, ég held að við höfum ekki gert ráð fyrir snjófræðslu þar. Já, við erum með viðmið, sko það sem á borgarlínu götunum sjálfum. Það eru á 2 eða allavega einum stað, bara í mikinn halla, það er Kópavogi. Það erum við að gera ráð fyrir að verði snjófræðslu eða það er eitthvað tæknilega mögulegt. Varðandi hátúni þá er það kannski eitthvað þess að ræða borgarlína. Já, þá komum kannski að línum sem ég ætla að bæta við með ferli framöndan. Eina spurningu en þetta fannst mér bara ábending að huga af því að ég ímynda mér og kannski bara að það sé heldur ekki allir sem tala fyrir þann hóp sem þarna býr en að þarna þegar leiðið út orðin eitthvað það að hafa snjófræðslu í þessari brekku getur gert alveg gefum munina hvort þú getur verið sjálfbrekað eitthvað. Svona almennt þá erum við að gera ráð fyrir að það verði snjófræðsla þar sem það er snjófræðsla í dag.
og ég er ekki alveg með hvort það sé þarna. Ég meina ekki viss hendur. En hitt var svo aftur, ég er ekki alveg klára sko, hvar endin hérna Philadelphia, af því að ég ætti bara að minna á þeirra þarfir og aðtæknir og svona aðkoma það er kannski búið að lesa það. Við erum meðvituð það. Við erum meðvituð, við erum búin að taka samtali og við erum ekki búin að leysa það, en við erum En heilt yfir þá erum við eiginlega bara, við erum bara að setja okkur stellingar, það vantar að vera rosalega mikið borgarlínupartí hérna í börunni hjá okkur og hérna við bara byrjum gott veður. Flott. Ég er bara með pælingu sem er mjög stutt og það er varla spurning, en það er bara þegar ég skoða Nauthólsveg. Það er svona eftir fyrir hvar, verður náttúrulega verður meira pláss tekið fyrir náttúrulega allar þessar mögulega samgöngumóta, borgarlínuna og bílana og fleira sko, en ég bara eftir fyrir verður er eitthvað meira tekið svona eins og hérna meginn upp að flugvallarmörkunum eða er meira tekið hinn meginn en jafn mikið, þetta er bara svona pæling sem ég verður að velta fyrir mér sko. Sko, yfirleitt þá erum við að fara að breyka götusnið í átt að flugvallinum. Já, einmitt. Flugvallargirðingunni og svo flugstjórnumiðstöðinni. Einmitt. Og við erum það sem lóðamörk við íbúðarhúsin hinum megin, Nauthólsveg 83 og þeim er alveg slétt eða bein. Þar eru bara við það lóðamörk. En svo kemur þetta smá sveigja og það er smá skurðin við nokkur hopp. Einmitt. En svona stóra stækkunin í átta. Hún er svona meira þarna í þá átt. Já, ég svona velti þessu fyrir mér þegar ég er átt annars sko, hvernig ég myndi hvort það væri eitthvað sem, hvort það var eitthvað reglumsöndun að maður fyrst að vera of nálagt, mætti ekki vera of nálagt svona sko, en... Við erum búin að vera í samtali við Elísa við það. Já, ok. Þetta, takk. Ég fara íbúðarsamtökum Miðborgar, og svona inn á þetta Pétur. Og það var náttúrulega það sem við erum að spá í það að það skuli ekki stoppa nær valsvæðinu, en börnin að fara í íþróttirnar. Það væri svona sem við erum að spá í. En svo er ég náttúrulega líka að spá í bara breytinguna þegar fríkirkjuvegurinn verður tekinn undir allt. Við erum ekki alveg komin svo langt í deiliskipulaginu. Við ræðum það eftir kannski með aðalskipulagið hérna. Það er best með okkur. Anna, Atli eða Atli í fjár og þið hinn í fjarfundi, eru þið með spurningar, pælingar? Ég er bara með svona svipað þú með aðstæður og stoppast það er krakkar svona bræðingar. Atli Stefán. Ég er góður, takk svo mjög. Ok, Sigfús. Leyfist mér að koma eina í viðbót? Já, við erum minna tíma marga. Svona almennt og ég ætla að spyrja spurningar núna umhverfismati sem að ég valdi að sleppa þannig að við erum smá tíma. Svona þessi umhverfisáhrif sem kunna valda eða kunna koma fram á svona framkvæmd. Væntanlega svona verkefni, hafið kannað verkefni álíka þetta, svona hvað það sem að ykkur punktar það sem að þið hafa kynnt ykkur svona við samband þetta sem að íbúar hafa verið að setja sig á móti, eitthvað sem þið eru svona séð, ég ætla ekki að kalla það trend, en svona sem hægt að sjá að fólk gera athugasemdir við, eitthvað svona sem að við getum gert eitthvað betur eða búum okkur undir athugasemdir, eitthvað svona, eitthvað sambarlegt. Þetta svona út frá þeim umhverfisáhrifum sem að, já, takk. Það var náttúrulega kynning á umhverfismatsskýrslunni í síðustu viku fyrir að því búin og þannig, já, það var betri sérfræðingur í henni þar. Upptakan frá í Ráðhúsinu er náttúrulega líka aðgengileg á netinu. Já, þú veist, ég veit ekki, hljóðvist er eitthvað sem margir hugsa þetta var sér kannski henni mest misskilningur og kannski tengt hljóðvist og hún heldur að það sé verið hávært að sé bæta í lætin en það er það ekki alltaf gert ráð fyrir að sé rafmagnsvagnar. Þannig að hljóðvistaráhrifin eru þau eru í rauninni jákvæð, ég held að vera sko með þessum nokkuð jákvæð. Það var okkur tveim undarlegum köflum þar sem að hún var neikvæð. Já, það var mjög lítið. Það var mjög stutt á kafla. Það var reyðlega skemmtilegt. 2 decibel. Já, og ekki á þessum svæðum. En sko varðandi svona verkefni og kannski erlendis, þá náttúrulega eru helstu mótmælin tengd að það er bara niður yfir húsum sko. En við erum sem betur fyrir ekki
í þeim, það alveg flestum tilfellum feikin á pláss hjá okkur. Svo má kannski segja líka oft mjög algengar vangaveltur og spurningar varðandi umferðaröryggi og það kemur líka fram í einhversum skýrslunni að svona heilt yfir við erum að því að hjólastígarnir og göngustígarnir eru hluti af þessu verkefni í heild sinni og erum að taka göturinn allt í gegn og náttúrulega bara samkvæmt og þú erum þá bara að fylgja nýjustu hönnunarleiðbeiningum og varðar öryggi og aðgengi. Og svo erum við að svo náttúrulega bara samkvæmt umferðaröryggisáætlun Reykjavíkurborgar þá erum við að lækka umferðaráhrifum og svona. Kannski, ég veit ekki, það helsta áskorun ef við hugsaum eitthvað fram í tíma, það náttúrulega, við þurfum náttúrulega að fara fram hjá Vatnsmýrinni eða það verður náttúrulega reynt að nýta þá innviði sem til staðar þegar kemur að þeirri höfn. Og það ekki, við ætlum ekki að bara reiðja upp allir Vatnsmýrinni. Ok, það var önnur hér. Takk fyrir þetta. Kannski bara vangaveltur og það á þetta við öll skipulagsstigin í mínum huga og ég er bara að spegla það sem ég sé erlendis það sem maður er á ferðalagi. Þetta sé gífurlega mikilvægt að borgin fara að tileinka sér að einhvern veginn kynna svona hluti það sem framkvæmdirnar eiga að vera. Það hefur ekkert annað held ég komast í framkvæmd að þau séu bara sett skilti hér á borgarlínu. En það að því sögðu þá það ég líka að segja að á framkvæmdatímanum þá held ég að það sé stærsta áskorunin. Það annars vegar náttúrulega að stýra umferðina meðan að þið stendur og að fólk viti hvaða hugsun er á baka það sem er í gangi. Af því að það ofsalega auðvelt að setja svona svæði með svona miklum umferðarþunga í algjört uppnám, bara hreint út sagt. Ef hlutirnir ekki hugsaðir í dref og svo að fólk viti þá hvaða hugsun á baka þetta og hver ætlar að vakta það að þetta verði í lagi og hver ætlar að bregðast við að það verði ekki í lagi. Það er kannski kemur það að punktinum sem ég þarf að koma inn á. Það er sérstætt í auglýsingu þegar skipulagið núna til 20. febrúar, já, og það kemur svokallað NIP-sending á ykkur, við munum fá SMS-skilaboð sem að vísa ykkur inn á skipulagsskaptuna þar sem þið getið komið með formlega athugasemdir við skipulagsferlið. Til hverja? Til allra íbúa eða áhrifasvæðis. Já, það við völdum ákveðið svæði, áhrifasvæði sem að þá bara einn þessu inn á þessu svæðis. Þeir fá það bara tilkynningu sem skipur bara að fara að kynnt sér málið. Já, þess að reyna að ná til allra íbúa. Þetta er alveg nýtt eða? Þetta er tiltölulega nýtt kerfi, já. En það er búið held ég að pröfukeyra einhver skipti. Ingar og nærtu þarna. Já, þetta er Ísland.is. Já. Og það er nýtt svona stafrænt pósthólf hjá sveitarfélögum sem við erum farin að tileinka okkur og þá er þetta að senda á ákveðin svæði og það myndum við gera í þessu tilfelli. Uppbytuna í Hátúni, það var náttúrulega tilvæglega að þá setja það eins og átjóðsum. Það sem gerist síðan þegar deiliskipulagsáætlun þá hefst verkhönnun sem hjá Beitarsamgöngum eða borgarlífsskrifstofan sem hjá Beitarsamgöngum og þegar áður en það farið í framkvæmdir þá annað kynningarferli nákvæmlega fyrir fólki sem verður fyrir framkvæmdar áhrifunum. Þannig að það svona ferli sem framkvæmdan en það alveg rétt hjá það langstærsta áskorun þegar verið að framkvæmda og mesta raskið og mesta líkur á fólk sé ósátt og þá reynir bara mikið á okkur sem á stöndum að verka upplýsa. Það var alltaf sem þér verið svona að brenna inni með tíma þannig að það kannski gefur mér merki ef það er alveg að brenna inni með einhvern. Ég ætla bara fyrir ekki nákvæmlega að segja að þetta er eitthvað sem við erum að læra af hverjum degi varðandi tímalínuna og framkvæmdir og upplýsingaskyldu þessi upplýsingamiðlunarslið. Það sem kannski gerist hér er það að við stjórnum, við erum að reyna að stýra framkvæmda við vitum þegar að deiliskipulag líkur og það sé byrjuð forhönnun, við erum á fullu að dýpka allar áætlanir þannig að við séum að kynna það sem sé síðan að fara af stað. Það sem er erfiðast hjá okkur í skipulagsmálum almennt þegar og ef við erum að gera eins og bara uppbyggingu eða reiti eða slíkt að við ráðum ekki hvenær eigandinn ætlar að fara af stað.
þetta okkar stærsti akkilsarhæll oftast munurinn á því sem gerist erlendis af því að þetta í öðrum farvegi hjá okkur. Þær hafa verið ótímabærnar eins og tökum besta dæmi Blómálsveitur. Þú veist, það yfir 10 ár síðan að það deiliskipulag samþykkt og það núna fyrst að byggja það. Þannig að þetta í raun og veru okkar, af því að þetta okkar eigin framkvæmd, þá erum við að gera þessu best þeirra kosið þannig að það sé væntingar, tímalína og framkvæmdi sem sé að fara af stað eftir deiliskipulag. Stundum getur bara tími árs fyrir tiltekna framkvæmdi verið algjörlega heimil að hafa, sko. Þess að dæmi sér ekki. En svo verður ekki á fyrsta skóladegi hussis eða eitthvað. Kannski síðasti punktur líka bara aðeins alla þessa deiliskipulagsbúta sem eftir að koma. Ártúnshöfði, annar áfangi á Ártúnshöfða var að koma í auglýsingu bara í gær og verður fram í byrjun mars. Næst þar á eftir gerum við ráð fyrir að HR að vantaði þannig að HR-skipulagið milli Nauthólsvíkur og Nauthólsvegar. Það kom inn svona fyrir sumarið þegar maður vona og Suðurlandsbraut. Þetta allt saman sem komið vel á veg í deiliskipulagsvinnunni og síðan tekur við miðborg og HÍ og það er deiliskipulagsáætlanir vinnur aldrei ríkjum ekki birtast fyrir næsta ári. Ég ætla að segja sko, fyrir mitt leyti þá er ég mjög hrifinn af því að brjóta deiliskipulagi, brjóta upp í mörg líka deiliskipulag, sko. Það gera það mun aðgengilegra fyrir nærsamfélagið, sko, að kynna sér og gera athugasemdir við þetta. Síðasti séns til að byrja, með eitthvað. En alltaf skilbarkjafnir, væntanlega þá framkvæmdir samt í samfelli frá Rúni og upp í BSI eða eða þá tala að framkvæmdir verði líka í bútu. Já, og gert ráð fyrir að strætó geti nýtt sér venjulegustrætó. Byrja venjulegustrætó að nýta sér það fram. Já, framkvæmdatími borgarinnu lotu 1 er í rauninni hafið núna með landbyltingunum Fossásbrú og líkur 2031. Þannig að við erum talað mörg ári framkvæmdum og þá til að öll lotan verið tilbúin og við erum að hugsa líka og við viljum ekki vera með kannski út tókbútið við hlýðum að framkvæmda saman tíma út af umferðaráhrifum. En svo líka erum við að setja það í forgang og framkvæmda fyrst þar sem við sjáum að strætó getur nýtt sér innviðina strax. Og létta líka. Já, eða ef það eru eins og Hlemmur til dæmis þar sem framkvæmdir í gangi og við viljum vera samt að þannig að þetta er svona alls konar ástæður fyrir því hvernig við setjum við framkvæmda áhrifina. Það er eiginlega ábyrgðin sem ég finn fyrir það sko að hafandi tekið þátt í samræðinu og allt þetta að sko ég verða að enduróma það til ykkar að íbúarnir verða að geta treyst í að það séu tímanlegar upplýsingar færðar og svo framvegis og það sé bara verið vakandi fyrir því hvar mögulega þarf að auka umferðaröryggi á einhvern hátt hvort sem það er út af skólum eða einhverju öðrum. Ég hef sjálf rekið starfsmenn einhverju byggingafyrirtækja út að pressa steypubíla með bara þegar það skarast að það átti að vera jólaball í skólanum og það var dagurinn sem átti að koma 20 steypubílar, bara hluti. Það er bara svona hluti sem að fólk bara fer á límingum að þetta af. Af því að það er alveg sama hvað við ætlum að vera duglega að passa allt. Þá er stundum þarf bara að henda einhver staðinn fólki og sem að ætla bara að vera með. Og það er það sem er góð. Eru þá orðin góð með ykkur allavega? Við eigum heilan fund eftir og 45 mínútur til að klára hann. Þannig að ég þakka þið bara kærlega fyrir komuna og góða kynningu. Takk fyrir. Og gestum úr Laugardalnum líka. Bara takk kærlega. Kærar þakkir, takk fyrir. Takk fyrir. Takk fyrir. Takk. Jæja, þá er þetta dagskráin, sko. Já. Það reyna henni mig og tala sér þess. Nei, þeir megi alveg tala, sko. Þú veist að það getur alveg verið við þurfum að bresta einhverjum málum, en málin sem að við þurfum allavega að komast yfir eru umsóknarbeiðnir varðandi borgarlínuna 3 og 100 dagarnar. Það er það sem við þurfum að komast yfir. Það er ekkert 100 hættinu ef annað býður. En heyrðu, þá er í raun sko næsta dagskrá er þá annar liður og það er umsóknarbeiðni deiliskipulagið vegna Nauthólsvegar. Við erum með í raun
frest fram á 20. febrúar þar sem sko fyrir næsta fund hjá okkur. Þannig að þá í raun tvennt í stöðinni, annarkvort skilum við samþykkjum við umsókn hér eða við komum okkur á einhverjar línur og eins og við höfum gert á bara felum bara formanni að skila umsókn fyrir tilsettan frest. Ég svona frekar á því við gerum hið síðarnefnda sko, en mér langaði bara aðeins að heyra frá okkur sko hvers efnis slík umsókn ætti að vera. Ég var búinn að setja nokkra punkta niður á blað hjá mér. Ef ég væri einn að skrifa umsögn sko, þá myndi ég vilja bara í fyrsta lagi sko lýsa yfir ánægð með verkefnið í heild. Mér finnst þetta frábært, eða þú veist. Og mér langar sérstaklega að benda á að ég er mjög ánægður með fyrirætlaðan gróður þú veist, við hliðina á akbreytunum. Já, þú veist, mér finnst maður einhvern veginn alltaf að vera kvart yfir því sko að nýframkvæmdir séu á gráan sko, þannig að ég er bara mjög ánægður með gróðurinn. Svo langaði mig að leggja áherslu á að það yrði góð tenging inn á Hlíðarenda valsvæðið sko, og jafnvel að leggja til að stöðin færi frá norður yfir gatnamótin sko, þú veist. Þú var alveg með sína ástæður skilur, en mér fannst það kannski ekki alveg nóg samfæðandi skilur. Skilur maður þannig að þetta nýja hverfi það ekki skert til þess að taka móti stopparstöður fyrir fólkvöldum? Ég nefnilega, mér finnst GSI og Landspítalinn ekki einhvern veginn duga sko, þú veist, og þetta mest allt einhvern veginn verið þetta að, þú veist, í smá löngum radíu sko frá þungamiðju hverfisins sko. Þetta er vantalega að hugsa, þetta og mörgum hugsa líka frekar fyrir, þú veist, eins og það að þessi fyrstileika borgarlínu náttúrulega þjónustar náttúrulega starfsmönnum Landspítalans og háskólans eins og það er það sem þau eru, þetta er fyrst og fremst að einblína á sko. Og það, eins og við íbúar Hlíðarenda sko, við erum held í aukaatriði sko í þessu og svona alltaf þessu skipulagi. Já, mér þótti, sem þú séð sko, mér ég hélt alltaf að sko Hlíðarendi bara sem konsept sko væri svo ótrúlega háður borgarlínu sko. Eða skilur, væri byggður upp með borgarlínu í huga sko. Þess að kom mér smá óvart að það er engin stöð að vera en þú veist, hún þyrfti ekki að vera mikið nær, finnst mér, heldur hún bara rétt norðan gatnamótin sko, og þá ertu komin svo miklu nær sko að þú ekki farið þessi gatnamót. Hún fer náttúrulega gegnum hverfið sko. Já, ég segi það sko. Hverfið hannaði kringum að sko, en Ég segir algjörlega sammála og það er það sem við höfum talað sko. Sigfús. Já, takk fyrir þetta. Ég er svona sömu skoðun á formaðurinn. Ég var svolítið hissa að sjá þetta, ég var ekki búinn að lesa mig alveg í gegnum þetta, en af því að sko Snorrabrautarásinn eins og hann er hannaður og í raun og var hann hannaður sko í gamla daga sem er svo langt en liggja í raun og í gegnum Arnarhlíðarhverfið, af því ég held einmitt að það væri þá ástæðan af því að þarna væri svona komið svona pínu kjarnabyggð í kringum Arnarhlíðina eða sem sagt valsvæði, að þarna yrði stoppistöð innimd, ef þú hugsið elstu blokkin í Arnarhlíðinni og þarna milli að þar væri með stoppistöð því að hún væri þá þjónustan sem þessum byggðakjarna, þannig ég er svolítið hissa á þessari ráðstöfun. Ég sé þetta þannig eins og það sem verið að þjóna nemendum HR að hluta til, en fyrst og fremst þannig að þessum íbúum sem búa í námsmannablokkum. Ég túlka það þannig, ég er rosa hissa að það sé ekki stöð nær Arnarhlíðarhverfinu sko. Nú vorki ég ekki gera labba neitt sko, en mér er samt að hann líði vel sko, þannig að ég segi svona alveg tali, ég er svolítið hissa meðan á hönnunum á hverfinu að því að ásinn liggur beint í gegnum hverfið og þar hefði myndi átt að vera stoppstöð, þannig ég er svolítið hissa á þessu. Takk. Ég vil bara koma líka skýrt fram að ég er algjörlega samanleggur og þetta er það sem við höfum verið að rýna í íbúasamtökunum, bara bæði upp á íbúa sem búa þarna og síðan líka alltaf með börnin í öllu hverfinu að komast í val. Þannig að það sem við höfum líka verið að tala um að það komist örugg inn í val, af því það er ekki rútur, þannig að ég er mjög hissa og þetta er það sem við skoðum.
Við höfum rætt á fundum, en ég geti bara ekki með mjög skilt. Finnst þið vera bara á sömu línu með þetta? Þannig að svona... Já, ég er alveg saman með það. Það er miklu fyrir börnum fyrir ekki að fara í þessi kannan. Já, því það er verið að tala öryggið þeirra að lappa niður Eiríksgötuna með stóru göttunni og það sýnast bara tölur að börn í okkar hverfi í Val að það er ekki svo mikil íþróttaiðkun í okkar hverfi eins og öðrum og það er meðan til þessu. Eina af ástæðunum. Og, ok, Sigmundur, er þetta gömul hendi á lofti eða ný? Það er alltaf að fara að slá í mig svona almennt en þetta er gömul með. Ok, erum við með fleiri pælingar sko þetta delskil? Nei. Ég er ánægð með gróður þar. Ég er gróður manneskja. Já, ég er náttúrulega horfið yfir sko Hafnartorgið og skrifstofningar sem þetta deginn sko sem að er fallegt eins metru utan gróðurleysis sko. Drátt fyrir minn smætt. Ok, ég ætla þá að sko leggja til að formanni, það er mér, verði falið að skila inn umsögn bara sko á þessum nótum, það er að lýsa yfir ánægju með verkefni í heild, enda á ánægju með gróðurfókusinn, leggja til að stöðin verði norðan fyrir gatnamótin, en ef því verður ekki við komið að leggja á áherslu á örugga og góða tengingu inn á svæðið. Er þetta samsett? Yes. Lesning. Sigurður er með þetta. Já, það er bara með það. Herðu, þá loka ég bara þessu liði og við færum okkur þá í þriðja lið og það er þá Laugavegurinn og það er aftur frestur 20. febrúar þar. Eins og ég nefndi áðan sko þá eru hverfismörkin í raun Laugavegmiðjan og Kringlumýrarbraut-miðjan þannig að sko ef við ættum að vera mjög þröng í hugsun sko þá ættum við bara að taka sko suðurhluta Laugavegsins og vesturhluta sko Kringlumýrarbrautar eða þú veist að það búið sem er þar sko. Ég held við getum alveg leitt okkur að fara norðaustur Laugaveg sko ekki við, þetta var alveg hverfið sko ég var í raun með sko þess að sömu almennu punktu þarna sko bara lýsa yfir ánægju með verkefnið og benda ánægju með gróðurinn svo langar mig eiginlega líka að fagna því sko að þessi beygjuvarsi sko að eiga hverfa því að þetta er slysagildrur sko en fleira var ég sem ekki með þarna sko, mér líst bara vel á það ég orðið lausum. Þetta er bara Ég var ekki með það. Þetta er punktur sem komið framfæri. Þú talar með það? Það er vannar, allir rosa góða skapin. Já, veist sko, já. Það er ekkert á lítið sko. Nei, ég er bara, á þessari legu sko, þetta stóð ekki uppála til og manni ekki búin til fjalluna hana sko, það ég ekki alltaf haft 30% sko, en alltaf bara 95% sem fólk segir sko, en það að segja þú veist þessi bílastæði sem eru þetta sem að gefa kaffisugurhansbraut og það sko, þau er ekki ystu bílastæði, þau til þeirra borginu, þau var ekki líka lagt inn að þau færu þessi stöður í partur af og Suðurlandsbrautin er ekki þarna inni. Er hann ekki þarna inni í þessu? Nei, þetta skipulagur endar bara við. Já, það endar þannig, já, alveg rétt. Já, þá fylgist mér. Ok, ég legg þá til sambærilega afgreiðslu að mér verið falið að skilja umsögn tíma, lýsa yfir ánægju með verkefnið, enda ánægju með gróður og vegna því að þessi
þessi einu vegivasi sem í okkar hverfi en maður kannski tegir það yfir götunni. Það samþykkt. Mjög gott. Glæsilegt. Þá það sko aðalskipulagið og þar frestur sko 25. janúar. Þar sem við þurfum kannski dálítið svona helst að ræða, finnst mér, eða skilur nema það sem ég sá í þessu var það þarna tvær mismunandi leiðir til í kringum tjörnina sem að mér finnst alveg vera þannig að við ættum að ræða og taka afstöðu til og síðan voru sko einhverjar pælingar mismunandi legu við háskólann sem að þú veist samt birtist bara sem ein lína því að þau svona eiginlega búin að útiloka hina leiðirnar sko en bara ef við viljum þá getum við eitthvað nefnt en sko mér finnst ekki þeir punktar sem ég á með hjá mér var aftur bara líklána með verkefnið en síðan spurningamarki sko hvort við viljum leggja eitthvað sérstakt til með tjarnarleguna. Það sem sagt það mynd mjög fljótlega í Íslu. En þau sýndu ekki núna í kringum tjörnina. Það var bara á fundinum sem var. Já, en það sko það ekki deiliskipulags. Það ekki komið deiliskipulag. Nei, þú sögðu líka að þau var ekki búin að ákveða. Já. Þetta aðeins niður þá það þessi mynd var fyrir ofan. Mér finnst það vera rosa þetta rask. Já, sem sagt þá í raun sko spurningin hvort að borgarlínu umferðin eigi sko verið báðar áttir á þessum kafla eða hvort hann eigi sérst að fara í blandaðri umferð og sem þau kemur fara síðan á móti sko. Þetta Tjarnargatan sem þetta setja nokkuð inn? Nei, Suðurgatan. Suðurgatan. Sem hér sko og og það alveg sko í þessari tillögu sko finnst mér að því að það væri að mörgu leyti mun betra að fara ekki Suðurgötuna sko því að það bara sterk götumynd það menningarminjar þar í kring og það dýrara og tímafrekara að fara í hönnunina þar og svo hundlegri beygir að því sem, þú veist, bara þarna. Já, hann rosalega strætó og kemst ekki. Já, það sem að, þú veist, þeir sem hafa verið strætó og, þú veist, beitt frá þessari ágætu götu hér, þú veist, upp með Lengsfjörð, sko, að þetta sé hundlegilegt. Vonarstræti inn á Suðurgötu. Já, Vonarstræti Suðurgata, sko. Þannig að, þú veist, mótið kemur, sko, að ef þetta fyrir báðar áttir yfir brúnna sko og þar þá það engin almenn bílaumferð þar sko sem að mér finnst ekkert leiðilegt sko en bara sem meðvitað þannig að ég svona frekar á því að sleppa Suðurgötunni sko mér finnst bara ef það finnst mæla gegn því að fara hana sko en ég verð bara að milla að heyra hvað þið hafa að segja. Þannig að já, heimlegin sem þú nefndir hérna fyrst, þá myndu fara hana með fram, myndu það fara báðar áttir eða ekki? Jú, það einn spurningin sko, að þegar að það keypt í norður hér, þú veist, það verður alltaf að fara hérna sko, þegar það í norður á. Spurningin þessa leiðin sem kemur hérðan sko, eða skilur við, hvort að hún sko eigi að fara hér eða verið þessu líka sko. En ef þú verður þessu líka þannig, þú myndir það því að bara bílar eins og ég skildi það sko, þú veist, með því var það aðskipulag en ekki deiliskipulag og hérna, já. Já, ég myndi það. Já. Þetta var svona sem ég fannst við ekki helst þurfa að pæla sko á aðskipulagstíðinu, síðan það kemur eins og við vorum farið með deiliskipulag og það kemur þú veist með alla pútana sko og hérna við fáum alveg bæri á að hjá okkur sko útfærsluna sko, þegar það fara að kemur sko.
Algjörlega. Hvað segir þið? Ég er alveg sammála, mér finnst það allt of þröngt og þetta er ekki það miklar fjarlægðir að fólk getur á gengið. Það er nýsköpun. Þannig að þetta er alveg það sem ég fékk svona því að horfa á fundinn góðsendur ekki raunhefur var neittinu að já, ég myndi vilja að við gerum eitthvað úr þessu. Já. Sammála. Ég er ekki til þessu. Hvað segir þið? Já, ég er sammála. Sleppa suðurgötunum. Ég ætla bara að segja bæta við að það er svo lítið allt hérna, bara með þess að strætum að kemur gegn svo litlu hverju og litlu götum, það er þess að beigju, öryggi vegfarenda, ég er oft bara hrættur og ég hef hægt á árekstra aftur, þetta er allt og lítið á þröggja, bara að varða þetta sem öryggt svæði, en ég sko ekki bara nota tækjum. Já, bara ég er alveg sammála sko og Þetta er eitthvað svona öryggi tryggja, ég finnst það svona að vera að keyra upp á gangstétt, að vera bara svona fólk með vagnan og maður er alveg bara kjólið, maður hendist alveg frá sko. Og þú veist, það er nú sko finnst mér stór sigur sko að koma svona verkefni gegnum þetta á gamla miðborg sko án þess að við farið ekki að rífa hús dæmi sko. Ég segi bara þetta fyrir. En ég náttúrulega hugsa, ég er alveg samanlega í Liljusýrunum, sko, ég var að hugsa bara örugglega einhvers staðar fyrir, þetta er mjög nálægt þetta nýtum, en svona ég hef ekki séð það ennþá, en þetta verður erfitt. Já, Kópavogi heyrir maður líka svolítið, ég skil það alveg, náttúrulega. Og nálega við að þetta er mesta húsvökkurinn svo þetta svæði, ef maður meður mestu meiri, þetta svæði. Þá horfi ég náttúrulega sögur, það er svo lítið, það setja allt inn og kirkjugarðinu. Það er bara kæmt ekki fyrir. Nei, það er nýskoðun, sko, minnst það að vilja fá farið svæði að standa á vörðunum. Já. Ég er að reyna þess að ég get á minni rætt. Ok, það sem ég kom með á blað er að lýsa yfir ánægð með verkefnið og leggja til að Suðurgatan verði ekki farin við tjörnina. Ég er sérst aftur að leggja til að mér verði bara falið að skilja þessu á morgun þá bara. Ég vil að segja að þetta er bara lögadaginn. Já, þannig ég gera það bara á morgun, sko. Já, það er minni frestur í þetta. Já. Jú, þetta er bara ekki nokkuð hendur hinn. Þetta er bara að skella á. Ég sé þetta. Það verður eitthvað frábært. Takk fyrir það. Já, ég ætla nú að Sigrún komið að sparki fundarstjórann, sko, áfram, sko. Ég ætla að spyrja þið væri með eitthvað meira, sko, því að þetta eru þetta stór skali, sko, en aðstíkulagi. En bara ef þið eru með eitthvað sem við erum nú framfærið þá endilega. Nei? Nei, ég reyna á dósmyndin. Flott, þá leggur til að þetta verði afgast, þannig að mér verður talið að koma að þessum nótum á framfæri og ég setti öryggispunktinn stöðum á mynd. Já, vægætt, ég er svo kjörað því. Það samtidig. Þetta svo búin að gefa thumbs up, ég náttúrulega til að taka. Lokum þessu. Þá er það 5. liður. Það er þessi tillaga sem kom fyrir einhverju síðan þessa nýju gönguleið á Klambartúni. Við fengum síðan og mjög góða kynningu á síðasta fundi. Hún var meira þess að svo góð og áhugaverð að ég fór mér tókst að fara fram úr tímanum þegar það voru frumál á dagskrá eða þetta. Þannig að við ykkur enn og aftur afsökunar á því. Þú kannski segir það frá okkur, sko. Ég fekk smá að tilfinninguna á síðasta fundi að verða kannski að því að fólk væri svona síður á því að samþykkja þetta, en ég veit ekki, sko. Já, ég veit að rýnstættum þetta, sko. Þetta er náttúrulega bara eitthvað mál sem ég og Sanni sem varamannum ræddum þetta saman, það var ástæðan fyrir að hann kom á fund og svo var þetta misskilningur og í tengdurinn, en það er nú bara ekki mörgum sér eitthvað, núna er bara gönguleiðir fólk á þessu svæði hafa breyst, sko, þannig að núna er fólk mjög meira mæli að lappa þessa átt sem er að ræða, sko, og en áður, og því svona hugmynd, og þá var svona hugmyndin með þessu er bara einhvern veginn svona skoða hvort hægt sé að
koma til móts við þann hóp og hann var að vera að skerða leitsvæði barna og framvegis en það er í rauninni máli í hnótskur og ef okkur skoða var hann að skýringarmyndina fyrir mig að sína okkur þess að þetta algengaval hóps á norðaustur horni Klambrahúss og suðvestur en svo fengur þessa kynningu þannig á síðustu fundi og ég skilur það að getur eitthvað göngustíður kannski haft mjög meiri áhrif en hóp óra aukala fyrir en það er eftir þau, eitthvað frá mér það er síðan þau Sigfús Já, takk fyrir það. Ég er ennþá á því að þetta sé ópraktist fyrir garðinn af því að nú er ákveðin svona já, við getum kallað göngustíg frá, innum við myndinni fyrir frá mig, þá frá suðvesti til norðausturs, í raun og veru, horninu við Rauðarárstíg og Miklubraut. Hann er sjálfsagt kannski ekki formlegur og veglegur og hinnir, en gegnir þessu hlutverki sem að ég skil þig, Geir, að þú sértir að horfa að það fólk sem er að koma úr þessari átt. Ég er eins og alfarið á móti og ég held að ég og allir sem sammála því að þvera einhvers konar skeifuna og þetta því að það er búið að setja niður ansi vígalega stíga nú þegar þannig að ég er ekki alveg sammála þetta, ég get ekki staðið með einn svona stendur þarna því miður, Geir, þannig að ég get ekki tekið bæði sem nágranni og mikill notandi þessar ágæta garðs ég sé ekki alveg punktir með henni en þetta er bara mín skoðun. Takk. Ég er svo ekki persónulega Sigfús. Já, og ég er bara alveg sammála en ég veist þetta þessi hluti vera mannvísu það er þessi en þetta finnst mér held ég að væri okkur þetta leikvíkina þá erum við að búa til sem þetta umferð alls konar núna upptækja þetta er veiksvæði, þetta er útlýst þess að þetta er víðarnar sem að krakkarnir hafa hverjum. Já, ég er alveg sammála Sigfúsi með það. Ég skil það líka áhugna meðri hluta hann geta alveg verið með svo líka í fljótu bráðinu það er þetta og það eitthvað frekar. Þetta er að góði stíga hérna. Þetta er ekkert eitthvað svakalegt versus breyting sem eru þið annars á hverjum. Getum reiknað þetta með bílugóls og þetta líka. Ég get ekki eitt að. Fleiri tjáðum? Ég get bara aðeins að tjá mig. Ég byggði með alla. Mér finnst allt í lagi frá Rauðarárstígnum á miðjunni. Þetta er það sem ekki svæði og svo finnst mér líka að garðyrkjumaðurinn, ekki Þórólfur, sem kom að kynna þetta. Hann sagði svo vel frá garðinum, það tækir svo langan tíma, þannig að ég var mjög sammála að þið skipar ekki eftir svo mörg ár fram í tíman að það væri áfram í því ferli, það væri ennþá fallegur og einhvern veginn að séð hvað hann lagt þetta, hann er búinn að sjá þetta hjá okkur, kannski hann er að hugsa þetta en garðurinn verður skipulagður svona í heild mjög vel. Það er eitthvað svo mitt að hrista búin að þetta. Sigfús, þú áttu þetta láti? Bara aftur, Geir, þetta svo ég skilji það, snýst þetta að vildu fá bættari stíg af því nú er stígur frá suðvesti þannig hotinu, frá Rauðarárstíg, þetta er svona malastígar og móts og hinn eru mjög verklegir malbyggnastígar. Snýst þetta þar eða snýst þetta aðgengi frá leikvöllunum til þess að yfir? Ég er ekki alveg ná utanum ef að menn eru tilbúin að fallast á að sleppa hinnu skeifinu og því hvað er það sem stendur eftir? Það má bara skýra út fyrir mér, takk. Já, náttúrulega upp á hugmyndum þetta er eitthvað svo að fólk er nú þegar að stytta sér leið þannig að myndi, það er nú þegar að móta hann stíg sjálft, þannig að það er ekkert lóknar svo, en hugmyndin er sem til að bara kannski koma til móts við þann hóp eitthvað en já, það er ekkert lóknar að baki.
annað til að þetta? Nei, svo sem ekki. Ég hef notað þetta mjög mikið. Þarna frá Rauðavatnsstígveldi í hópnið þarna. Og svo yfir á, ég er farið áttina Kringlunni sem sagt. Ég er svona, já. Og ég meina, nýbúið eða nýbúið. Það var þetta. Og þegar ég byrjaði að ganga, þá tók ég mig eftir því að það fór bara myndbærstíga. Og maður fór sér að ofan í það. Og það hendaði mér ágætlega, sko. Ok, og heldur að það má vilja gera eitthvað breyting á þessu eða bara leggja þetta til samþykktarlega synjunar? Já, er það góðið kannski að taka tilbaka og sko hvort við getum gert einhverjar breytingar sem er það? Já. Þú veist nema einhver í æstur í að kjósa svona ákvæðlega svona, sko? Nei, ég var að vilja að þetta betur. Þá er ekki bara bært að, sko, þetta er eitthvað tillaga ráðsins, en kannski þá styrkilega eftir að draga samþykki bara að draga tillögum tilbaka og þeir myndir ráða ráðum þegar það sem að koma nýja tillögum. Þú vil gera það? En ég síðan sko, er það þetta hjónleika? Og sem er að ganga það hjóla? Ég fer að... Þetta er bara fyrst og fremst að ganga samt? Já. Nei, ég veist að ég lappa svo mikið í gegn, ég vinn í Skaftafelli og kemur mér börnum. Ég trampa það bara alls þar í gegnum bæjum. Og ég er búin að segja þetta allir búin að sjá hana. Við erum bara að greiða fyrir því veginn. Já, en sko á að vera, leggja miklu áherslu á hjóla. Þess að spyrja sko því að þetta vera frekar göngustíg. Þetta er fyrst og fremst göngustíg. Já, maður stjórnar þínu hjóla. Nei, maður að því að lögum sem var rosalega hraðin á okkur í hjóla. En það mók átt að hjóla þar sem eru leysminni málbygga, ég er í hjólavíka. Það er mjög gott að hjóla þá, en það er alltaf leiður líka ræðsum það, ég er bara mikið. Ég er slottandi. En erum við þá sammálum að draga þetta tilbaka og sami finna út þessu hvernig við leggjum upp? Það er ekki flott. Það er samþykkt. Já, segjum við alltaf þummanni. Hann las greinlega ekki greininu morgunblaðinu daginn þummanni. Já. Ég las hann ekki heldur en býðum með það þar til að undartíma líkur. Það er önnum á. Þá er það 7. liður. Á Sundhöllinni. Sundhöllin, það er í raun þessi afstaða bara til framlagningar að svarið er í raun sko, nei ekki núna en þegar sögurum kemst til þá við erum allavega þá meðvituð um þetta og erum með þetta hjá sér. Eitthvað þetta að segja? Skemmtilega pólitískt svar þó. Já. Let the record show að þetta er svarið sem ég sagði að við myndum þá. Við erum líka bara að hýta, þú veist, láta í sig þeirra, sko. Þetta er sína þeirri fólk er... Þetta er pressa. Það er að pressa og það er bara okkar í leið og það er mögulegt og það var hægt að opna aftur, sko. Það er bara eitthvað lett eftir. Ég sagði nú við formann ráðsins sko eftir þar síðust að fundi okkur þegar við lögum þetta til. Ég sagði að ég hefði skapað peninga með því að halda eftir peningum í hverfisjóði, sko. Það væri nú að leita til dagar, sko. Jú, maður veit þetta út. Þannig að þetta er stakir dagar. Þetta er okkar framlag. Já. Ok. Það erum okkur í næsta, það er þess að Sundhöllina. Bakkana. Það er í raun að það er ekki gert fyrir en 2031. Þannig að við erum bara að byrja að undirbúa þetta á morgun, sko. Okkar viðbrögð. Nei, þú veist, já, er eitthvað sem við þurfum að
Ég get einnig upplýst það að Hanna, hún var náttúrulega sporgrúppumaður þessu máli. Já. Hún kom í samband við forstöðumann Laugarinnar og hún fekk langar og ítarlegar skýringar meðal annars á þessu og fleiri atriðum varðandi sögufallinu. Ég veit þess að fá langa kynningu frá hönnunum og ennast frá hönnunum. Já, maður heyrir súttagjast að tala mikið þetta og við erum ekki með þessari hlutan. Þannig ég horfði allavega að það var ekki bara að gera þetta 2031, þetta er aðeins bílt og það getur það getur það málum. Það þú gætir meiri segja sko, það er meira heilt kjörtímabili í þetta sko, þannig að vorið 2000 maí 2026 eru borgarstjórnarkosningar. Við erum bara stofnum sundlaugaflokkinn og það er fram Sundlaugaflokkinn. Bakkaflokkinn. Það er fram. En ok, við höfum verið upplýstum þetta allavega. Við þurfum ekki að missa svefnið fyrir næstu 6 árin. Já, mér finnst það bara gott. Nema á öryggismála. Ok, við færum okkur þá í 8. liðinn. Hver var hugmyndin? Veistu það, Heimir, að upplýsa okkur þetta? Hugmyndin? Hún var bara nákvæmlega svo. Það upplýsa þetta. Og en svo vantar þetta að gera, vilja koma á fundum og það? Eiginlega, þau eru að bjóða. Ef við áhugur á, þá eru þið tilbúin til að koma og kynna þessa vinnu og bjóða ykkur svona ykkar hugsanlega. Þetta er mjög flott. Já. Býr svo mikið fjölmenningi í myndtökinni. Það gerir það svona. Já. Það er bara mjög áhugaverð. Það er stólinn alveg í sig, það var að bæði var með börnum. Ok, á ég að biðja Sabínu að koma að? Nei, Já. Það er ekki Magnús sem Ég held að Sabínu leiðir vinnu þessa hóps en Magna er formaður fjölmenningar átt. Ég held að Sabínu myndi koma og hugsanlega ekkert fleiri. Ég stuð það. Hér einu. Það verður stendur á. Það er ekkert svona akut. Við erum með mörg önnur mál sem. Men sko þau eiga að skila sínum tillögum eða leggja sínar tillögum fyrir borgarráð í lok maí 2005. Já, ég segi það. Þannig að það er ekkert ótal margir fundir sko, þannig til ef við viljum koma eitthvað input, skilur við. Já. Þannig ég er bara nefnt þetta við Sabínu og flott. Eitthvað meira það að segja? Nei. Þá er næstu dagskrá og síðast á dagskrá á málum er fundardagatal fyrir vorið. Það eru hundadagatal eða fundadagatal? Fundardagatal, við Heimir rættum hvort þetta má hundathema á því en við ákvæmum að gera það ekki. Er eitthvað sko á þessu dagatali sem að er almennt vont. Ég veit að komast ekki allir alltaf sko og það verður að hafa það, en er eitthvað svona sem að eða sólstöður. Já, ég er ekki svona fólk. Þetta er að finnast þetta í lífum. Það eru meiri líkur minna en ég verði kannski ekki á landinu og í hvar. Það er komin að byrja þannig tíma fyrir sko. Já, þau hefur ekki alltaf verið með júní. Það er alltaf júní fundir. Það er að við náttúrulega erum alltaf svona setna falli í mánuðum sko. Þið þurfum ekkert að ákveðna núna. Það er bara, ef þið getur bara tekið þetta fyrir ákveð og svo gerir athugasemdir sem fyrströnd, það er betra. Já, við höfum sko þessi fyrstu og síðustu fundir, við höfum nú verið að tekja afslutu frá sko hvort við höldum það á þetta sko. En þá er þetta hvernig landið leikur sko. Það er maður dregur
Já. Já, 24. apríl sunnudag, fyrsti. Það er ekki á fimmtudegi. 27. júní, það er ekki dagur. Það er vestan að horfa á sólina hans þar. Það er ekki afmælisdagurinn að skoða forseta. Já. Er þetta afmælisdagur forsetans? Það er fánadagur. Þetta er annars dagur skoðun. Ekki frídagur. Það er ekki, en ég er bara fánadagur. En heyri, ég ætla alltaf að sko að leggja þetta fundartal svona fyrir samþykktar og við auðvitað getum eins og við viljum sko Sigfús, já, við getum. Bara minna á að vetrarfinni að sko næsta fundi áætlað 27. febrúar og vetrarfinni í sömu viku en það ætti kannski á áhrif að því fólk verða kannski búið að tengja vikan og þar á undan sko. Bara við séum meðvitað það. Vetrarfrí er ekki bara búið að mánudag, en það er þriðjudag. Er ekki mánudag og þriðjudag? Hvað segir Emil, heyrði? Emil sagði er ekki búið að mánudag og Geir sagði er ekki mánudag og þriðjudag. Nei, þriðjudag líka. 25. Já, sleppur það ekki alveg, já. Já, ég held að sleppi, bara við séum meðvitað það. Já, flott. Ég samþykki allavega, takk. Okay. Ég ætla að leggja þetta svona til samþykktar og við erum að samþykkja þetta og við getum breytið svo, skiljið, en bara þannig að þetta liggja allavega fyrir þar til annað kemur upp. Samþykkt. Wow. Þá sko erum við búin að tæma dagskrá. Það er þá málefni hverfisins. Það sem þið það sem að annars þá kannski svona hugsaði svo að íbúar geta komið og sagt það sem við vilja sko en hefur það þróast við það tekar að við aðeins að velta þetta almennum hlutum sko. Og ég berið ekki fastráðum. Já. Annars vegar athugasemdir í kjölfar. Hvað er það fyrir Silfurinn? Þétting? Já, ég sá hann. Já, ég kannst þetta náður. Já, ég sá þetta. Já, en það er svona veldisvöxt í þéttingu á Hlíðarenda. Það var í síðst á fólkvöld, gefna fólkvöld. Eða það og gefna fólkvöld. Og hins vegar íbúið Hlíðarendum. Þau vilja eiga samtali íbúar hugmyndir að breyta götumyndinni. Ef ég skil hann rétt, þá er með áhyggjur af því að götumyndin sé að breytast í Hlíðarendum. Þetta koma á fund eða mæta á næsta fundleikar og fara í máli. Okkur sem stefna í skipulagslýs með þessum breytingum sem spurst var í könnun fyrir jól. Ég er með vísa til hverju skipulagsvinnu eða ég hreinlega átt mikið að því. Þetta er að hlýða það, þetta er ekki hlýða. Hann segir bara að setja nokkur íbúið í Hlíðarendum, Jón Fugl. Þannig að þetta er eitthvað sem formaður tekur upp og það er nánlega svona útlistingara. Heyri á hún síðan aðeins hengt við ósum. Já, Sigrún, þú varst með... Já, ég verður að fá að koma því að. Og við erum með sko 7 mínútur til stefnu. Já, ég skal. Þú erum 6 mál. Já. Það er neitt, það. Já, kannski. Það ég byrja. Það er Hlíðarendasvæðið, það er Jóðréttur og íbúasamtökin komum fram og settum fram ályktun sem við hefur að senda frá okkur. Þar sem við segjum að við leggjumst gegn áformi Reykjavíkurborgar að þrengja að íþróttastarfi barna og ungmenna í hverfum sem Valur þjónar. Hugmyndir Vals og Reykjavíkurborgar að fórna Jóðreit sem samkvæmt gildandi deiliskipulagi er skipulagið sem svæði fyrir íþróttaiðkun undir íbúðarhúsnæði er illa ígrunduð og skammsýn ákvörðun. Við með lengri ályktun þar sem ég óskaði og sendi ykkur að hvað getum tekið á dagskrá.
Hvað segir þið? Þetta sjá á næsta fundi. Já, ég myndi eindregið óska eftir því og það sem að myndi þá líka vel, getum við sett sem fyrirspurn til Vals eða íbúðunum þetta brennur á íbúðunum. Mér finnst þetta mjög eðlilegt að við tökum þetta dagskrá, sko. Ég er svona að reyna að, Ég var að koma þess En það var komið fram skipulags. Nei. Það er ekki komið neitt upp í það, við erum að vaksa þetta, við hafa ekki auglýst, það er ekki auglýst neitt innskipulagsbreyting ennþá á þessu reit, sko, það eins og við vitum að það var vísnir í þetta að gera það, svo er bara að bíða okkur, þannig að sjáum hvað gerist. Maður verður líka að hugsa bara hvað er í gangi og náttúrulega með alltaf þéttingu og það er að koma veðurstofureitur inn og það er að byggja Heklureitni og það er að byggja svo mikið hérna. Við verðum að passa að innviðirnir séu og börnin hafi íþróttasvæði. Ég skal setja á blað að við ræðum, hvað er það, jóðareitið? Já. Já, og annar reitur líka, Já, svo er annar reitur til umræðu líka hjá hverjum, sem uppfáðum fólk til að þetta er ekki til umræðu og nú er hann alveg ókæmarkett þannig. Já, ég er upp á reitin, það er reitur. Já, það er hann sem líka. Jóðareitur er þessi síðasti gervigrasvöllur sem var á sem er að þeirra aðtæknumsvæði af þremur þarna með. Það var þetta bestasti gervigrasvöllur ef ég skildi einhverjum. Og við höfum rætt hann af nokkuð sem náður í þessu ráði mitt og það hefur niðurstaðan verið svo bara ok, þá í rauninni leið og ef það kemur steinskipulagsbreytingar þá fyrst getum við formlega tekið afstöðu, sko, en þangað til hún ekki til að rækna þessu okkur viljum, sko, til að Við getum alveg rætt það sem við viljum og bókað þangað við viljum með þessari fyrirspurni eða Samkvæmt þessum gögnum sem að sendi hann, hvað heitir Dannes? Já. Þá fylgir náttúrulega með að þetta er hlutverk samningum við Valur Reykjavík og Borg. Þetta er náttúrulega Valur sem er að láta ná sér aðtækningsveginn. Ef að ræða þess að fórætti eða bara hennan í jóðareit? Ég er ekki bara að ræða allt. Ég held að þessi tveir reitir eru bara mjög heittsamtarlega í hverjum, sko, þetta er bara umræðan á staðlega uppvæmið, þetta er bara verðt að við tökum afstöðu, eða við alltaf ræðum voru tveggja bara sem fyrst. Ég styð það, því að við verðum að, mér finnst að við verðum að svara það og aðstæða. Það að koma að blað. Og erum við nokkuð með eitthvað, við vorum ekki með eitthvað massíft þannig. Þú lætir mig vita að þetta er vantar meira upplýsingar, því að bara við bara vinnum þetta vel fyrir næsta fund. Ég fæ meira upplýsingar. Koma að blað. Já, ég veit ekki alveg hvað þau er innan, en þið er Arnarhól. Það er að Arnarhól. Já. Það er aðstæða fyrir það. Það er með. Þetta er bara ég er alltaf að þú verið þeim. Ég tala um Ingólfsstræti. Já, og þetta er Ingólfsstræti að taka eftir, sko. Þetta mátti safna hún, sko. Já, ég ætla að vera alveg viss hvað ég er. Þetta er orðið alveg vilt aðstæði. Það koma svo mikið á rútum og alls konar bílum. Það er veggir og stjættina, sko, hinumendingar. Og það er hálka á mestur. Það er bara flokkar byggjum. Það er sko rútur sem flokkar byggjum þannig að það eftir þú umfyrir bæði gangandi og götubyggja. Ég veit ekki hvað sé þetta svona. Við getum alveg rætt að við höfum sko rætt auðvitað sko rútumál 100 milljón sinnum með það sko og aðalega þá er þetta við Hafnarskirkju sko. En á einhvern tímapunkti höfum við rætt sko almennt sleppistæðin sko. Við höfum rætt þetta líka. Þetta er stórvæntur. Já, þannig að við getum alveg tekið þetta. Ég sett á blað áður en fyrir var Hafnarskirkju. Ég myndi bara og bara fá ykkur svör með Hafnarskirkju. Já, það er... Við verðum að fá ykkur svör, það er að koma annað sumar og bara fólki í hverjum við brennum. Já, þetta er alveg rosalegt með það ungu sögur út sem er að almenna inn í hverjum vell. Líka það sem er út í þennan kringum Nóatún og hútuna þess. Það er stækka hútunar og bara, ég ætla bara ekki að hugsa það brenda. Við verðum að gera eitthvað áður eitthvað hæðilegt viss verður. 1829, er fyrir að brenna inni með þetta? Það var bara renna hérna við. Ég er svo dramatískur. Ef ekki, þá bara þegar ég fundið slitið. Eða þú veist, við þurfum að
bara við fundargerðina, en slitið Asin